Steinunn Ólína, vertu hjartanlega velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir að bjóða mér. Leikkona og samfélagsrýnir, myndi ég skilgreina þig. Hvernig myndið þú lýsa sjálfur þér ef þú væri beðin það? Já, hvernig hljómar einkamáli auglýsingin? Ég er 54 ára, 4 barna móðir, einhleyp, bý í Reykjavík, hef starfað við fjölmiðlun, leiklist og ég hef skrifað mikið samfélagsmál. Já. Og þú ert en fyrst og fremst leikkona, listamaður eða hvað? Já, ég er það. Ég hef náttúrulega lengst starfað í leikhúsi og kvikmyndum og sjónvarpi og það hefur verið svona minn heimavöllur. Ég er náttúrulega alin upp í leikhúsinu. Sko, ég átti lengra annarra kosta völ. Hverju voru eftir foreldraðinir? Mamma mín hét Bríet Héðinsdóttir og hún var leikkona og leikstjóri og leikstýrði bæði í leikhúsum og hún leikstýrði líka óperum. Og pabbi minn hann lést í apríl í fyrra, þannig að ég er munaðarleysingi. Hann var bókmenntafræðingur, þýðandi, lengi kennari við Menntaskólann í Hamrahlíð og svo rithöfundur sjálfur af því að hann skrifaði mikið íslensk skáld og íslenska ljóðlist. Þetta listneygt bókafólk. Já, ég er alin upp á svo kalluðu menningarheimili og svo kallað nebóbarn. Já. Og hvar? Reykjavík í Háaleitisskverfi. Háaleitisskverfinu? Já, ég gekk í Hvassaleitisskóla sem var lítill skóli í Háaleitisskverfinu og alveg dásamlegur skóli og var svo lánsum að eiga mjög góða barnakennara sem að sinntu okkur vel og mér finnst ég hafa búið að því alla ævi. Já, læra góða íslensku og tala og skrifa. Já. Sem er því miður á einhvers konar undanhaldi virðist vera í dag. Já, það er svona kannski svolítið dreifður fókus í skólakerfinu og að mörgu að hyggja og svona verkefni skólana hefur svolítið útvíkað í svona samfélagslegum og uppeldislegum skilningi kannski líka og það er kannski ekkit skrítið vegna þess að það er mikið vinnuálag á fólki. Fólk þarf að vinna hér rosalega mikið bara til þess að reka sín heimili og reka sína fjölskyldur. Láttu mig þekkja það. Já. Og þess vegna hefur svona kannski skólunum svona meiri ábyrgð verið lögð á skólana heldur en kannski var. Já. En hvernig barn og unglingur varst þú? Ég var mjög sjálfstæð og ég var svona dæmgert lyklabarn eins og börn voru þá, gekk mikið til sjálfvala. Ég var farin að vinna þegar ég var 9 ára gömul. Ég bjóði þarna í blokk hinum megin við Austurveri hérna á Hálsbrautinni. Og þar var blómabúð sem hét Vor og hann hét Þórarinn sem að rak þá verslun og þá var Jón Ásgeir unglingur að nokkrum árum eldri en ég og pabbi hans rak SS verslun sem var í því húsi. Og þá var Jón Ásgeir, sko hann hefur verið örugglega 3, 4, 5 árum eldri en ég. Hann var komið með business. Hvernig þá? Hann var komið með popvél sem var fram á gangi. Ég las þetta í bókinans eftir Einar Kára. Og hann seldi pop og ég hugsaði með mér, ég þarf að gera svona eitthvað. Ég þarf að koma mér upp einhverjum business. Sjálfstæðum business. Þannig að ég labbaði mér yfir í blómabúðina til hans Þórarins sem blómabúðina vor og sagði, ég vil fá að selja rósabunt á föstudögum þegar ég er búin í skólanum bara þar sem að Jón Ásgeir er. Og Þórarinn horfði á þess að 9 ára gömlu stelpu og sagði, gott og vel, þú kemur og pakkar þeim sjálf, beint eftir skóla og svo skulum sjá hvernig þið gengur. Og svo gerði ég það. Seldi blóm í Austurveri, pínlítið stelpa og þá var það nú þannig að við krakkarnir héngum mikið þarna inn í þessari verslunarmiðstöð sem var nú bara, þú veist, það var þessi verslunarmiðstöð og svo Glæsibær. Já, þetta var bara verslunarmiðstöði inn í Reykjavík. Já, eiginlega og
þannig að svona skólakrakkar héngu þarna mikið og þeir voru unglingar héngu þarna mikið og stundum Jóhannes á klossunum í hvítaslopnum var stundum pirraður á okkur og var alltaf að henda okkur út ef við vorum með læti eða eitthvað gekk á og þannig að þar fór ég eiginlega í fyrsta skipti að berjast fyrir réttindum fólks vegna þess að ég stóð fyrir mótmælum þar sem ég kallaði Jóhannes á fund við okkur börnin og ég sagði við hann Jóhannes, börn eru líka fólk og við megum vera einhvers staðar og þú ert bara ekkert og góður til að leyfa okkur að vera hér. Þú setur bara harðstjóran á sinn stað. Já, þegar það er ótrúlega vont veður úti, þá átt þú bara að leyfa okkur að vera hérna og við skulum bara hafa okkur eins og fólk. Og eftir það var hann bara alltaf voða góður við okkur. Svo sótti ég vinnu hjá Jóhannes einhvern tímann og hann sagði ég hef ekkert fyrir það að gera og gaman á honum, sko. Hann svaraði manni bara eins og maður verið fullorðin manneskja. Og ég sagði, víst. Ég ætla bara að vinna hérna samt. Já. Og ég laumaði mér á bakvið, hérna var svona ávaxta og grænmetisborð, þar sem var afgreiðslustúlka í þá daga. Þú veist, þannig að fólk kom og fekk vigtaða ávexti og grænmeti. Og ég byrjaði bara að vinna á þess að vera launaskrá. Já, já. Og Jóhannes gekk svona stundum frá og svona, hvað ert þú að gera þarna? Já. Og ég sagði, ég er að vinna hérna. Já. Og þannig gekk það í einhverja daga, þáka til hann settum á launaskrá. Já, þannig að ég vann... Þú fengið þetta bara í gegn. Já, og þannig að ég svona misnotaði aðstöðu mína dálítið í þessari verslunarmiðstöðu sem unglingur vegna þess að Elsa María var vinkona mín og hún var að vinna í Fálkanum, hljómplötuverslun sem var þarna. Og ein jólin þá, hérna, hún var svona nokkrum árum eldri ég og mér var svona æðislega flott, svona pæja. Og ég svona byrjaði að svona hanga hjá henni og var gaman að tala við hann og hún nefndi að tala við mig og ég var strax svona bráðger og hafði gaman að því að tala við fullorðið fólk og svona þá sem voru eldri, sko. Ég svona barðist til fullorðinsárana, alveg, menn langaði svo að verða stór, sko. Og ég byrjaði að vinna í Fálkanum og vann þar ein jól og þetta var jólin sem Union of the Snake, Duran Duran platan kom út og ég seldi fleiri eintök af þessari plötu heldur en þeir hjá Fálkanum þeir skildi ekki vegna þess að við pöntuðum kassa dag eftir dag af nýrri sendingu vegna þess að ég mokaði þessu út og svo jólin þá fekk ég jólagjöf frá Fálkanum fyrir sölu afköst. Já. Þannig að ég ber ábyrgð á því að þessi plata var allavega mikið til á mörgum heimilum. Þú átt þinn þátt í Duran æðinu. Ég man nú mér alveg eftir því og þegar eldri systir var mikil Duran manneskja og þetta var bara heimilið var undirlagt. Já, þetta var alltaf, fannst manni alveg stórkostleg músík, sko. Já, og þú hefur verið meira Duran heldur en Vam manneskja, eða hvað? Nei, ég bara hafði lag á því þegar það kom inn eldra fólk og var að vandræðast með hvað það ætti að gefa barnabörnum eða ungu fólki og ég var hrifin af þessari plötu þannig að ég gat með sanni sagt að þetta væri bara virkilega góð músík þarna mynduðu hitt í mark sem þau og gerðu Já. En þú hefur greinilega þá verið svona sjálfstæð ákveðin og með bein í nefinu eins og maður segir alveg bara frá unga aldri Já, ég náttúrulega bara ólst upp við það var alltaf talað við mig eins og fullorðna mannsku og svo var ég náttúrulega í sveit öll sumur hjá ömmu minni og föðubróður. Og hvað var það? Á Daðastöðum í Norður-Þingeyjarsýslu, ekki langt frá Kópaskeri. Þau bregða síðan búið þegar ég er á 12 ári og fluttu á Kópasker. Pétur föðubróður minn var þar kennari og síðar skólastjóri og mikil svona frumkvöðull í menntamálum á Íslandi. Já, og í þetta... Skaðaminkunum. Já, aldeilis. Og þannig að ég svona naut góðs að því að upplifa það sem bæði að vera í borg og í sveit. Foreldrar mínu voru bæði svona mjög upptekin af sinni vinnu og sínum hugðarefnum og en svona í sveitinni fekk ég meira atlæti. Og þannig að ég er svona, blanda sveitatúttu og borgarbarni. Og áttu einhver systkini? Ég og 2 hálfsystur sem eru báðar tölvöld mikið eldri en ég sem að mamma átti úr fyrra hjónabandi.
báðar klassískir hljóðfæraleikarar og það var dálítið lagt að mér að verða hljóðfæraleikari. Amma mín var söngkona og píanókennari, píanóleikari, hún kendi söng í Melaskólanum lengst af, amma mín, sem var gift Héðni Valdimarsinni, verkalýðsforingja og hann náttúrulega löngu dáinn fyrir mína tíð. Hann deyr þegar mamma mín 12 ára. Þannig að hún verður föðurlaus mjög snemma eins og börnin mín og stundum þetta svona eins og þetta svona verður til einhver munstur í fjölskyldum. Men var Héðinn Valdimarsson afið þinn? Hann var afið mig. Hann var faðir móðurinnar. Og það bara svo skrítið því hann svo löngu dáinn, þá einhvern veginn og náttúrulega fyrir mér hann bara eins og fyrir öðrum bara söguleg persóna sko. Og reyndar dreymdi með hann daginn. Af því við minnumst á hann og í drauminum líti í speil og ég sjá andlitið á honum. Og mér verður aldrei dreymt mannin fyrr. Og sagði hann eitthvað við þig? Nei, þetta var bara augnablik, þetta var bara svo skrítið, en allt hént, og þannig að ég byrjaði að læra á fiðlu fyrst, pínlítil, þá átt að gera mig hljóðfæraleikara eins og systur mínar, sem eru báðar sem sagt tónlistamenn, og byrjaði pínulítil hjá Birni Ólafsinni, sem var þá svona eitt fremsti fiðluleikari þjóðarinnar á þeim tíma og endist nú ekki lengi hjá honum. Ég var sko 34 ára þegar ég byrjaði í fiðlutímum. Og svo var ég hjá Gíu í Barnamúsikskólanum, í skóla Stefáns Edelstein, sem var náttúrulega stórmerkstofnun og svo endist ég nú ekki því og svo lærði ég á píanó aðeins í nokkur ár en ég var alltaf miklu meira fyrir það að syngja. Ég byrjaði strax að syngja í barnakór bara sem pínlítið stelpa og ég hafði mikið ynd af því og elskaði að syngja og lærði líka söng. Og hvað, fórstu, þú vantilega farið í framhaldsskóla, hvað var það, MH Já, eða? Ég fór í menntaskóla með Hamrahlíð og þarna var eins og einhverjir muna mikil verkfallarhrina BSRB sem gekk þarna yfir og ég flosna 84? Nei, þetta fyrr, sko, jú, er þetta ekki, sko, ég fædd 69 ég 15 ára þegar ég byrja í menntaskóla vegna þess að ég var 1 ára undan í skóla Þannig að ég gengi í menntaskóla, ég held að ég hef náð 3 önnum í menntaskóla þegar ég flosnaði upp úr menntaskóla vegna verkfalla og fór og tók inntökupróf og fór til Bretlands að læra leiklist. Þannig að ég var 17 ára þegar ég fór til Bretlands að læra. Já. Og kláraður, varst búin með MH þá? Nei, ég bara menntaskóla dropout. Bara stolt af því. Já, og hvernig kemur það til að 17 ára gömul ferðu út, minna það er svolítið sérstaklega þá stórt skref fyrir íslenska sveitatútu að skella sér út í nám. Sko ég flytta heima þegar ég tæplega 15 ára. Já. Og ég var farin að vinna í leikhúsi 15 ára gömul, Kjartan Ragnarsson réði mig til að leika aðalhlutverki í nýjum söngleik sem var þá sýndur í Iðnó og hét Land míns föður. Með tónlist eftir Alla Heimi, leikrit eftir Kjartan og þetta var svo sýning bara lengi vel sem bara mest sýnda sýning Íslands sögunar. Já, ég man eftir þessu nafni. Já, og lék þessa sýningu í 2 ár, við sýndum bara öll kvöldvikunir nema mánudag og ég fór fyrst að leigja með vinum mínum á Víðimel. Já, 15 ára. 15 ára, þau voru öll 18 ára og ég var 15 ára og svo fór ég og svo leigði ég með vinum mínum í hvar var þetta nú, Ránargötunni og svo hjálpuðu nú pabbi og mamma mér þegar þau sá að ég myndi nú ekki snúa heim þá gáfuðu mér pening til að kaupa sem sagt fyrir útborgun í mína fyrstu íbúð sem var í Hamarshúsinu í Tryggvagötu. Já. Pínlitla íbúð þar. En ég bjó mjög stuttara því að skömmu seinna var ég farin til London í inntökupróf og foreldurum mínum leist nú allavega hana á það. Það var ekki fyrir þeirra tilstöðan sem ég fór. Það voru... Hvernig var það þá? Hvernig sóttur og komst í þetta inntökupróf? Bara senda bréf eða? Já, maður bara sendi skrifleg bréf í skólana og ég þreytti inntökupróf í 3 leiklistaskóla í Bretlandi
og mamma var lengi að reyna að telja mig ofan að þessu og ég trúði henni ekki alveg, sko. Ég sagði, hvað meinarðu? Þú hefur verið hamingjusöm í leikhúsinu alla ævi, akkur ætti ég ekki að hafa gaman að því líka. Og hún var hrædd mig, þannig að hún borgaði flugmiða undir þáverandi kærasta minn til að fara með mér út og þannig að ég var ekki ein að skrattast í London. Og þar þreytti ég inntökuprófið 3 skóla, náði inngöngu í þá alla en valdi að ganga í skóla sem að hét Drama Center London og hún var formlega lokað í fyrra og þar voru 2 alveg framúrskarandi leikhúsmenn sem kendu, Kristoffer Fettes og Jatt Malmgren, Svíi og harðstjórar, algjörir harðstjórar. Ekkert múður. Nei, þetta var skóli sem gerði afskaplega miklar kröfur og það var mikill ægið þarna og þetta var engin feimskóli, þetta var bara mjög nærgöngul og svona ágeng vinna. Og hvernig kunnur við það? Svona mikinn aga og allt það? Þetta var oft erfitt, mjög erfitt og erfitt að vera ung og vera ein í útlöndum og þá áttaði ég mig kannski á því að maður þarf nú á stundum á fullorðnu fólki að halda á þessum aldri þó maður haldi og telji sig færa í flestan... Maður geti allt á kunni. Já, og það voru alveg stundir þar sem að ég var við það að gefast upp og þetta var líka þannig að eftir hverja önn voru 3 annað skóla, vetur, þetta voru 3 ár, að eftir hverja önn var fólk rekið miskunnarlaust, við byrjuðum 36 og útskrifuðumst held ég 15. Já, og þú útskrifaðist, þú komst í gegnum þetta saman. Já, ég gerði það og fekk meira þess að leyfi þarna síðasta sko sumarið eftir annan vetur að byrja að vinna eins og Íslandi vegna þess að þá falaðist Þráin Bertilsson eftir mér í þarna Sigla Himinfley, Vestmannaeyjaseríu sem að margir þekkja eða margt eldra fólk þekkir og já, ég kláraði þennan skóla. En kunnur að meta agan eða fannst þér þetta að vera... Já, ég meina það bara gerði mig að þeirri mannesku sem ég í dag. Já. Og þakklátt fyrir það. Afskaplega, sko. Það var ekki verið að klappa upp neina vitleysu. Eins og oft gert. Já, eins og oft gert og kannski óþarflega mikil harka og það var, ég held að sumuleyti hafi það verið mig til haps hvað ég var ung. Þetta harðræði fór verð með marga eldri nemendur og ég held kannski bara hvað ég raunverulega var ung að það kannski fór ekki eins inn í mitt taugakerfi eins og hjá þeim sem voru eldri. Ég skilji. En þetta svona samt sem aður var svona kennslustund í því að skilja að það ekkert sjálfsagt og maður ætti alltaf að gera sitt allra besta. Það mikilvægt að læra það. Já, og svo líka náttúrulega bara samkeppnin í Bretlandi í leiklist náttúrulega svo ótrúlega að það þarf að þú þarft að hafa eitthvað sérstakt til brunns að bera ef þú ætlar að komast að yfirleitt í þessu starfi. Og hvernig, eftir að þú útskrifast, komstu þú bara beint heim til Íslands? Eða Já, heimsfrægðin hefur aldrei freistað mín. Nei. Og bæði biðu mín hlutverk vegna þess að og þetta svo sérstakt, ég var sko yngsta menntaða leikkonan á landinu í mörg ár vegna þess að fólk var yfirleitt eldra þegar það var tekið inn í leiklistaskólan hér reyndar höfðu bæði Sigurjóns og Sigrún Edda byrjaði í leiklistaskólanum og þau eru náttúrulega bæði sko 10-15 árum eldri en ég þau höfðu bæði byrjað svona ung í skóla en ég sem sagt útskrifast þarna rétt 20
og ég naut góðs af því hvað ég var ung vegna þess að í leiklistinni eftirspurn eftir ungu fólki og þau hlutverk oft. Já, og ég sjálf var ekki hlynnt því endilega að leiklistin hér yrði sett á háskólastig vegna þess að ég trúi því að fólk sé fæddir leikarar og það væri mjög gott, reyndar hefur þetta breyst mjög mikið síðan þá því nú eru til dæmis framhaldsskólarnir komnir með frábærar brautir fyrir krakkar sem eru listneigð. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ sérstaklega? Já, dóttir mín þar í leiklistinni og alveg sko til fyrirmyndar sú braut, ég kom mér verulega óvart, ég bara vissi ekki, þetta væri svona gott prógram, en það það og alvöru leikhúsbraut en mér finnst svo dýrmætt ef það sést snemma hvar hæfileikar fólks liggja að þau eigi að fá að finna því farveg sem allra fyrst. Blómstra sem fyrst, sko. Sammála því. Já. En og hvaða hlutverk þetta sem þú færð fyrst eftir þú kemur heim? Manstu það? Já, ég byrja í söngvaseið. Já. Hjá Benedikti Árnasyni leikstjóra og lék Lísu sem verður ástfangin af dreng sem reynir svo að vera nasisti þarna I am 16 going on því. Þetta Benedikt Árnason, hann pabbi Einars Arnar? Já, hann pabbi þeirra, já. Og það var fyrsta hlutverkið og svo var svona eiginlega svona stóra debúturullan var Sólveig í Pétri Gaut undir leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur og þar byrjar Ingvar líka, við sem sagt útskrifumst á sama tíma. Þetta í Þjóðleikhúsinu? Í Þjóðleikhúsinu, já. Við útskrifumst á sama tíma, Ingvar og Edda og Balti og ég og Halldóra Björns. Þannig að þau eru svona minn útskriftar árgangssystkini, já. Já, engin smá árgangur. Já, frábært fólk. Hefur náttúrulega leikið í ótal verkum og kvikmyndum, sjónvarpsþáttum. En síðan önnur hlið á þér sem að ég allavega tek fyrst eftir bara á Facebook og í Kvennablaðinu sem var fjölmiðill sem þú stofnaðir. Að þú lætur þig samfélagsmál varða og ert óhrædd þegar þú tjáir þig. Svo eftir tekið, ég vil bara segja það. Þú veit svona, mín upplifun af þér að þú þorir þegar að straumurinn liggur eitthvað og allir eru með heigaflana á lofti, brjálaðir, þá getur þú leftir að segja, herru, nei, býtu, þetta er nú ekki alveg svona og þessu hef ég tekið eftir í þínu fari. Passar þetta sem ég að lýsa hér? Helsek allt sem þú hefur nefnt. Já. Þú ert svona contrarian eins og settur á ensku eða svona, þú hugsar mjög sjálfstætt. Já, það líka sennilega bara ákveðin innræting úr foreldrahúsum. Já, það. Já, þetta gleyp ekki við öllu eins og nýju neti, afsala sér aldrei þeim forréttindum að hugsa sjálfur því það það mikilvægasta sem við eigum vegna þess að nóg nú reynt að hafa áhrif á okkur í bara allstaðar sem við komum en þetta að læra vega og meta og þetta hefur svona fylgt mér alla tíð ef að allir arga í eina átt þá þarf ég alltaf, og það bara mín náttúra, þá þarf ég alltaf að hugsa býtu hvað hérna á ferðinni og það ekki vegna þess að ég hafi sérstaklega gaman að ég að vera ósamála fólki, bara alls ekki mér leiðast rifrildi en mér finnst erfitt ef að fólk haft fyrir rangri sök mér finnst ósangjant þegar fólk setur sig á þann stað að jaðarsetja fólk á þess að skoða hlutina frá fleiri en einni hlið. Nákvæmlega. Það mjög verðmætur eiginleiki og
sjaldgæfur kannski því miður í okkar samfélagi. Við höfum tilneyingu til þess að fylgja hjörðinni í öllum mögulegum málum. Það er að segja svona flest okkar höfum það. Þannig að þú stendur út úr þegar þú ert svona, eins og þú ert tilbúin til þess að skoða málum frá öllum hliðum. Já, sko, þetta er svona, á þessu eru nokkra hliðar, sko, og einmitt, fólk hefur oft hrósað mér fyrir að segja hluti sem ekki aðrir þora að segja og ég myndi aldrei þora að láta svona út úr mér og eitthvað svona. Ég er ekki vitund hrædd við að tjá skoðanir mínar. Nei, ég tek eftir því. Og það bara hreyfir ekkert við mér. Þó fólk öskri ókvæðis orðum að mér. Það hreyfir ekkert við þér? Nei. Ef ég er höfð fyrir rangri sök, þá finnst mér það auðvitað ekki skemmtilegt frekar en öðrum. Nei, þú vill ekki setja undir því. Nei, en ég nenni heldur ekki langar málaleggingar, sérstaklega ef maður finnur það að það er engin vilji í samtal. Þá læti það bara eiga sig. Ég hef líka alveg lent í því að hafa rangt fyrir mér eins og allir og ég á mjög auðvelt með að gangast við því ef að mér er sýnt fram á það að ég hafi rangt fyrir mér. Já. Og þess vegna hef ég ekkert gaman að því að búa til illindana vegna og ég er alltaf til í rökræður og mér finnst gaman ef við værum legðum okkur meira fram við það að hlusta heldur en að vera bara að tala til hvors annars. Og rökræða málefnilega. Já. Vegna þess að með öskrónum komumst við ekki neitt. Nefnt. Það er ofsalega mikil dómharka í samfélaginu okkar í dag. Það er svona rosalega, það talað skautun og það er okkur sem þjóð virðist farast það illa að vera ósammála því að við sjáum ef fólk er ósammála einhverju þá byrjar það að hatast í raun og veru við þann sem að þú ert ósammála. Mér finnst þetta að vera orðið svona meira ábyrjandi. Já, og ég held að þetta sé þjóðfélagslegt mein vegna þess að þjóðin upplifi öryggisleysi. Já, ok. Í svona grunnstóða öryggisleysi. Meinar bara afkoma, húsnæði og svo framvegis. Já, og svona ég held að það skýri það að einhverju leyti vegna þess að við getum ekki verið upp á okkar besta í fullkomnu jafnvægi ef við höfum ekki trygga jörð undir fótunum. Og þegar við erum bara eins og hamstrar í hjóli að keppast við að borga reikninga næsta mánuð. Og þá er undirliggjandi ótti og kvíði í fólki og rangan á óttanum og kvíðanum er aggressjón og bræði og reiði og þetta er varnarháttur og ég held að þetta sé eina af ástæðan. Já, ég held að það sé mikið til í því hjá og syndir unnur því að við eigum að heita velmegunar þjóðfélag með mikið og milli handana það að segja svona sem þjóð hér er nótt á auðlindum og nóg ætti að vera fyrir alla að hafa en við erum eitthvað pínt sko til þess að greiða allt himinháu verði og dýra vexti og lán. Já, það er mjög dýrt að vera fátækur á Íslandi. Já. Alveg svakalega dýrt að vera fátækur hér og erfitt. Hvernig getum við breytt því? Ég held að við getum breytt því með því að reyna hugsanlega að breyta því hvernig við sjáum okkur. Ég held að við þurfum að efla sjálfsvirðið í okkur. Já, í hverjum og einum einstakling. Í hverjum og einum einstakling. Og við eigum ekki að vera keppast við virðingu annarra þjóða. Við eigum að einbeita okkur að því að hugsa fyrst og fremst vel alla þá sem hér búa. Þannig að fólk geti notið sín og fundið hilluna sína og dafnað. Já.
En byrju, nú kemur inn á, finnst mér þegar heyra þig segja, sko, að við höfum fyrst og fremst að hugsa þá sem hér búa, ég meina, nú mikið í umræðinni, mikill kostnaður íslenska ríkisins og skattgreiðenda við að aðstoða fólk sem að þarf sannarlega á aðstoða að halda og kemur hingað frá kannski stríðshrjáðum löndum og svona. Það augljóst að kostnaðurinn orðin sennilega meiri heldur en góðu hófi gegnir eða þú veist, en hvað svo lína? Ég meina, hvernig lítur á þessi mál? Sko, við erum náttúrulega bundin af því að vera gildandi þjóð í samfélagi annarra þjóða og við þurfum að axla ábyrgð og taka þátt eins og aðrar þjóðir í því að koma til dæmis fólki til bjargar. Aldrei hafa fleiri manneskjur í veröldinni verið landlausar eða heimilislausar og það ekki bara vegna stríða. Það vegna pólitísks ástands og vegna náttúruhamfara og þetta hefur gerst mjög hratt og við eigum bara eitt heimili, það þessi jörð sem við búum á og við þurfum auðvitað að hjálpast að. Ég ekki hrifin af því til dæmis að við Íslendingar séum að eyða peningum í vopnakaup. Mér finnst að við eigum að láta það algjörlega, við eigum ekki að koma nálægt í. Sammála. Og það ekkert sem segir, þó við séum í NATO, að við þurfum að fylgja öðrum þjóðum að máli hvað það snertir. Við getum tekið algjörlega neutral stöðu í þeim málum. Ég veit að þú vilt, ég heyra að þú vilt ræða útlendingamálin og mér finnst bara fyrst og fremst og það sem að hefur farist okkar stjórnvöldum undanfarin ár, dálítið illa úr hendi, það að bæði hvernig við, sko, hvorki erum við tilbúin til að taka vel á móti fólki eða að sinna því vel og það ómögulegt. Þannig að og svona skandalara eins og að bjóða hérna öllu þessu fólki frá Venezuela og sem að skilaði sér allt inn á vinnumarkaðin, nánast allt. Beintin harðdulegt fólk og svo með einu pennastriki því vísað úr landi og aftur til síns heimalands þar sem það átti bara yfir höfðu sér hugsanlega fangelsisvist. Svona kemur maður ekki fram við nokkra manneski og þetta til helberar skammar. Sérstaklega óskiljanlegt eins og þú segir ef þetta fólk hafi alltaf rattaðin á vinnumarkaðina þá bara til hvers að vísa því brott. Það bara tölur sem sýna það og hérna þetta var nú þannig að ég versla oft hérna út á Granda í Netto og það var mikið komið af spænskumalandi, brósmildu, mjög skemmtilegu starfsfólki þar tíma og svo bara allt í einu var það gufað upp. Og þetta náttúrulega bara ekki mannasiðir. En það sem var athyglisvert við þetta að ég fór eitthvað að hugsa hvernig stendur að þessu? Að þetta umverulega bara algjörlega copy-paste það sem gerist í Bandaríkjunum. Allt í einu taka Bandaríkjur menn upp á því að taka til aðgerða gagnvart Venezuela búum og það bara eins og ráðherrar okkar segir bara þeir að gera þetta, nú gerum við það líka. Það vantar alveg þarna sjálfstæða hugsun og þetta ómannúðlegt og við eigum ekki að vera þekkt við svona framkomi. Við verðum að geta tekið við fólki frá stríðshrjáðum löndum bara miðað við okkar getu en við þurfum að sinna því fólki afskaplega vel. Miðað við okkar getu þá ertu að vísa í að það hljóta að vera einhver lína sem við getum ekki tekið móti öllum eða? Nei, ég að segja bara til að geta axla þá ábyrgð sem við þurfum í alþjóðasamfélaginu. Misskipting auðs í samfélaginu ekki vegna þess að þeir örfáu útlendingar sem hingað rata. Það dálítið vandamál að koma alla leið til Íslands ef þú ert á flótta. Og ég held að sé mikið að fé annars staðar í kerfinu sem ætti raunverulega að vera að renna í almenningshít og okkar velferðarmál
en eru bara ekki verið að beita þeim í almanna þágu. Já, en eins og þú sagðir á, fátækir, það erfitt að vera fátækur á Íslandi og öryrkjar og aldraðir eru líka að barma sér. Þannig að ég efast ekki að það sé naumt skammtað þar. Já, það bara, ég náttúrulega nýbúin að fylgja öldruðum föður í gegnum refilstigu þess að verða gamall á Íslandi og ég segi bara, þetta ekkert grín sko. Nei. Þetta ekkert grín og þó að ég sé 54 ára og þú ert nú töluvert yngri en ég, það bara kortir í það að við verum gamalt fólk. Já, þannig að það bara eins gott að við förum að hugsa betur okkar eldra fólk þeirra vegna. Þetta fólkið sem að byggði þetta land og gekk hér og undan okkur og þetta lýsir líka Frosti, sjálfsvirðingu þjóðar. Hvernig við komum fram við eldra fólk. Ekki spurning. Já. En finnst þér ósanngjarnt þegar fólk talar það að segja, þennan málaflokk, aldraða, öryrkja, fátæka á Íslandi og setur spurningamerki við að það séu 20 milljarðar settir í hælisleitendakerfið á sama tíma og það svona naumt skammta til þessara hópa. Finnst þér ósanngjarnt? Mér finnst það ekki ósanngjarnt, en sko hugmyndin það að það séu útlendingar sem sé að flétta íslensku þjóðina, þeim ég ekki sammála. Nei. En ég skil að fólk sé hrætt vegna þess að íslenskt velferðarkerfi heldur ekki utan okkar fólk. Og síðasta ríkisstjórn sem ætlaði að gera betur í málefnum aldraðra, í málefnum öryrkja, í húsnæðismálum, hefur brugðist á öllum póstum. Og þetta bara, íslenska þjóðin eins og öryggislaust barn þar sem engir foreldrar sem þau geta treyst á. Já, hún lýsir þannig. Þessi ábyrgðarlaus börn bara sem að... Nei, við erum ekki ábyrgðarlaus börn. Nei. Ég að segja, við erum bara eins og hræddir. Já, íslenska þjóðin. Já, ég að segja, fólk sem í erfiðri stöðu og fátækt og jaðarsett, það bara eins og það sé enginn að hugsa það. Og þá upplifir fólk öryggisleysi og hræðslu og þá mjög auðvelt að fara að skella skuldinni á eitthvað eitt. Ég veit. En hvernig kemur þetta síðan til núna að þú ákveður að gefa kost á þér í embætti forseta Íslands? Hvernig þú lýsir fyrir mér ferlinum sem að liggur að þeirri ákvörðun? Hvernig gerist það? Það gerist einfallega þannig að í upphafi árs fór fólk að skrifa mér og stinga upp á þessu við mig. Og til að byrja með þá gerði ég ekkert með þessa hugmynd. Og svo fór þetta nú aðeins að ágerast og þetta var ekki fólk sem stendur mér næst. Ég hef aldrei haft klappstýrur eða klapplið í kringum mig. Ég á fáa en góða trygga vini og þau vita alveg hvernig ég innréttuð og þau vita líka að ég ekkert ginnkeypt fyrir hverju sem Ég svona svolítið vandlát með það hvað ég tek mig fyrir hendur og svo þurfti ég svona eftir því sem að þessi hvatning barst oftar og nákvæmlega vegna þess að þú nefndir hérna í upphafi, vegna þess að fólk sagði þér ekki sama, þér þykir vænt fólk, þú hefur tekið að berjast fyrir þjóðfélagshópum sem að engin annar nennir að berjast fyrir og viltu gera þetta vegna þess að þú segir það sem að margir að hugsa og ég þurfti nú bara svona að taka alvarlegt samtal við sjálfa mig eins og maður þarf stundum að gera og ég óvægin við sjálfa mig getur alveg treyst því ég hef þurft að fara í gegnum margar og erfiðar naflaskoðanir til að bara skilja það að ég alveg stórkostlegur gallagripur sjálfsgagnrýnin
Já, ég það. En ég líka til mikla sjálfsást. En það ekki fyrir maður gengst við sínum göllum sem að manni getur farið að þykja vænt sjálfa sig. Já. Og líka vegna þess að ef maður heldur eitthvað annað, þá maður bara illa haldinn af svona húbris, yfirlæti og metorðagirind og öllu því trömsinu. Já, maður þarf að hafa hemil og egóinu sínu. Já, maður þarf að hafa hemil og egóinu sínu. Og svo var það þannig að ég settist niður með steinunólinu og bara eitthvað svona í egóinu, eitthvað falskt að gerast inn í þér þegar þú ert beðin þetta fólki. Og það ekki. Og ég fór líka dálítið að hugsa þetta embætti, hvernig þetta lítur út allt saman og lesa sögu forsetaembættisins. Já. Og okkar forsetar hafa verið mjög ólíkir, eins ólíkir og þeir hafa verið margir. Og raunverulega engin fyrirskrift af því hvernig forseti Íslands á að vera. Þannig að hver manneskja sem hefur setið þar hefur mótað þetta embætti og vegna þess að ef ég fór að máta mig við fólki sem hafði og hefur setið í þessum embættum, við eigum auðvitað alltaf eitthvað sameiginlegt með öllum manneskjum. Ég alveg viss að við eigum einhverja svipaða lífsreynslu ef við færum út í þá sálma. En ég hugsaði með mér, já, og ég var líka velti mikið fyrir mér vegna þess að það eru svo skiptar skoðanir það hvernig í samfélaginu, hvernig þetta embætti á að vera. Ég hafði í rauninni sjálf ekki mikið velt því fyrir mér. Sumir vilja þarna sé óaðfinnanleg fáuð manneskja sem hafi lítil afskipti af stjórnmálunum, enda hefur embættið ekki hvað ég að segja, það ekki tækifæri til mikillara pólitískrar íhlutunar, en sko einhver svona hugmynd einhverja fullkomna mannesku sem fáuð og dönnuð og talar gott mál og einhvers konar tignar manneskja. Einhver hugmynd okkar það við eigum að eiga einhvers konar aðalsmannesku. Nú, öðrum finnst að ég reyna að leggja þetta embætti niður, það sé óþarfi og þetta sé bara tilgerðalegt í þessu litla landi okkar og enn aðrir sjá fyrir sér að á Bessastöðum verða að vera manneskjar sem að hafi hugsanlega einhver svona pólitísk markmið og verði einhvers konar svipa á þinginu. Og þegar maður les þessa svona forsetasögu þá dálítið skemmtilegt að okkar fyrsti forseti, Sveinn Björnsson, hann kosinn af þinginu, hann ekki þjóðkjörinn. Hann þá búinn að vera eins konar sendiherra Íslendinga í Kaupmannahöfn og þingið gerir hann að forseta. Þegar hans forsetatíð lýkur, þá hann búinn að átta sig á því að þetta fyrirkomulega gengur ekki. Að forseti verður að vera óháður, utan þings, utan stjórnmálana, hann þarf að vera fulltrúi fólksins og má ekki hafa stjórnmáluleg tengsl. Og svo það Ásgeir Ásgeirsson sem býður fram undir slagorðinu fólkið velur forsetan og þá eru fyrstu kosningarnar á Íslandi það sem að þjóðin velur sinn forseta. Já, það var svoleiðis, já. Já, og svo hefur manni kannski virst svona og kannski alveg núna á síðustu vikum að það sé svona svolítið að gerast að við hugsanlega aftur að reyna hneppa forsetaembættið inn undir þingið í samkrulli með stjórnmálastéttinni og ég alveg hörð þeirra skoðunar að sá eða sú sem gegnir þessu embætti eigi að vera fulltrúi almennings. Já. Og best sé að sú manneskja sé ekki með pólitísk tengsl, þar að segja sé ekki úr embættismannastétt, ekki innan úr stjórnmálastéttinni og hafi engra viðskipta hagsmuna tengsla engin viðskipta hagsmuna tengsl sé að ræða. Og vegna þess að hugmyndin
sjálfstæði þjóðar sé svo að æðsta valdið í lýðræðisríki sé hjá þjóðinni. Og þá hugsaði með mér, já, á þessum forsendum ætla ég að bjóða mig fram sem fulltrúi almennings, sem hef lifað og búið í þessu samfélagi, hef fylgst hér mjög vel og ég bara eins og allur þorri almennings hef bara mjög góðan skilning á samfélaginu og stjórnmálunum vegna þess að við verðum jú fyrir stjórnmálunum ef þau eru ekki að vinna að okkar að hag. Og þú sagðir, leið mér að grípa fram í hérna, þú sagðir áður þú varst búin að ákveða þetta algjörlega, að þá sendur frá þér svona smá tilkynningu á Facebook þar sem þú sagðir, ef að Katrín Jakobsdóttir mun bjóða sig fram, þá mun ég gera það. Og mörgum fannst það undarlegt, þú skýrðir ekki alveg nákvæmlega hvers vegna, af hverju skiptið það máli? Vegna þess að ég þurfti að vega það og meta með sjálfur mér, hvort að þetta væri eitthvað sem að mig langaði virkilega til að gera. Og ákvörðun eins og þessi er ekki auðveld, en hins vegar sagði ég þetta vegna þess að þá var náttúrulega Katrín ekki búin að bjóða sig fram, að í mínum huga var það þannig að ef hún byði sig fram, þá myndi það auðvelda mér ákvörðunina það að bjóða mig fram. Af því að? Af því að ég sagði það þá að þegar við vorum stödd þarna í sögunni, við verðum að bakka, þá var enn ekki komin fram á sjónarmiðið frambjóðandi sem að ég var alveg viss að ég gæti kosið. Og síðan tók ég reyndar ákvörðun það að bjóða mig fram án þess að nokkur vissi hvort Katrín myndi gera það eða ekki. Tók eftir því. Já. En það var samt svona, manni fannst eins og þá eru búin að lesa, já, heyrðu, hún ætla greinilega að bjóða sig fram. Nei, ég vissi ekkert það. Nei, okay. Og það var meira þess að ég var spurð, vissur það? Og nei, ég hafði ekki hugmynd það. Það var bara mín einir samfæring og líka auðvitað bara lagt mjög hart að mér, svo það sé sagt, sem ég þykir auðvitað mjög væntum að fara fram. Og þá var ég viss það að ég vildi gefa kost að mér. Já. Ljómandi og þannig að það faktist hafði ekkert með Katrín að gera þegar upp var staðið. Nei. Og fulltrúi fólksins, segiru, ef þú reynir að máta þig svona inni og reynir að horfa fram í framtíðina og við gefum okkur það að þú myndir ná kjöri til embættis forseta Íslands. Hvernig forseti yrði Steinunn Ólína þá? Ég verð heimakær forseti. Ég mun veita því athygli sem að mikilvægt og vel er gert og er öðrum til góða. Ég mun reyna eins og ég get að í ræðu og riti að fara fram á það að við séum betri hvert við annað og forseti getur gert slíka hluti. Mér finnst við hafa mikið verk að vinna við að byggja upp traust og trúnað hvort við annað og að við getum átt í betri samskiptum og að við getum trú okkar á okkur sjálf. Við getum öll hvatt fólkið í kringum okkur til dáða og allir í samfélaginu eru mikilvægir og ég myndi vilja beita mér fyrir því að fólk finni fyrir því að allir eru einhvers virði og þeir jaðarsettu fengju uppreist æru innan samfélagsins og þeir sem að eigum sárt að binda fyndu það að
það væri manneskja í brúnni sem að glemdi þeim ekki og væri ekki með fókusinn einhverstaðar allt annar staðar. Þú ert að lýsa svona peppara fyrir íslensku þjóðina, svona stappið okkur stálinu og já, mig langar líka bara samin okkur. Já, mig langar að vera það og mig langar að við getum átt kærleiksríkari samskipti og mér finnst okkur skorta það bara að sýna hvort öðru meiri ást og meiri hlýju og það finnst kannski einhverjum það barnalegt en ég trúi því að ástin sé sterkasta aflið í heiminum. Og kærleikurinn. Og kærleikurinn. Getur margir tekið undir það með þér, held ég. En það er þarna... Og verðmætin finnst mér liggja í fólkinu og í því sem í okkar sköpunarkrafti, vegna þess að allar manneskjur hafa sköpunarkraft og við þurfum svolítið að breyta okkar verðmætamati. En það eru þarna ákveðin hlutverk sem að forsetar hafa gengist upp í og minna það er til dæmis að tala máli þjóðarinnar á erlendri grundu og tala jafnvel máli fyrirtækja íslenskra eða íslensku hugvits eða þekkingar og svona vera svolítið svona fulltrúi á þjóðar. Hvernig heldur að þér færist það hlutverk? Ég held að mér færist það bara vel úr hendi. Ég á mjög auðvelt með að ég er fljót að læra og tilenga mér hluti og hlutverk forseta er ekki að glansa sjálfur. Hlutverk forseta er að leiða saman fólk, okkar fremsta fólk og koma því í tengslum við fólk erlendis ef að svo ber undir. Og það er ekkit forsetans að vera sniðugastur, flottastur og bestur, heldur einfaldlega að hafa lag á því að lyfta sínu besta fólki sem er að vinna að hlutum sem að geta orðið þjóðinni til framdráttar. Já, af því þú segir þetta, því að sumum finnst og við höfum náttúrulega við höfum alveg reynsla slíku að þar sem að forsetar hafa gerst raunverulega einhvers konar útflutningsstjórar fyrir íslensku þjóðina og það eru auðvitað einn hluti af starfi forseta en mér finnst forseti ekki geta verið eingöngu í því. Verði ég forseti þá verði ég mjög trygg mínum heimavelli en ég bara mun gera mitt besta og vanda mig við öll þau embættistörf sem eru mörg hver bara formsins vegna eins og þú veist en það er stjórn landsins í höndum ríkisstjórnar ekki forseta. Mér dettur í hug að því að eins og þú segir sjálf, þú ert búin að lesa sögu forsetana og svona... Ég er í forsetaskólanum. Já, í forsetaskólanum. Já. Ágætis nefandi þar. En ef við lítum bara svona á svona nærtækt dæmi, eða nærtækasta er Guðni T.H. Jóhannesson, hann hefur setið núna síðastliðin 8 ár, að ef þú lítur á forsetatíð hans og hugsanlega væntanlega forsetatíð þína, mundir þú halda að þú yrðir meira hvað maður segja, vókal heldur en hann hefur verið, því að hann hefur verið mjög mikið tilbaka ef eitthvað. Svona, þetta er ekki alveg rétt. Ekki, nei, Guðni hefur verið afskaplega elskaður og virtur forseti en hann hefur til dæmis ítrekað talað fyrir því að við förum að skoða þessi stjórnarskrármál okkar. Já, hann hefur ítrekað gert það og það brennur á honum eins og mörgum. Þannig að hann hefur nú ekki bara verið skoðanalaus á mislitum sokkum, aldeilis ekki. Hann hefur látið í þetta skína þegar hann að flytja þessar hefðbundnu ræður sínar, sem er nýjársávarpið eða við upphaf þings og svona. En mér finnst hann ekki hafa svona verið að setja einhver mál á dagskrá þar fyrir utan og eða jafnvel sko ef það er einhver svona þjóðfélagsmál í brennidepli að það komi einhver orðsending frá forsetanum, það hefur verið lítið það. Já. Heldur þú að þú myndir vera meira eða minna eða svipað eins og hann í því? Ég hugsa ef það væri eitthvað þannig sem sneri mér þannig
að mér finnist ástæða til þess að segja eitthvað, þá myndi ég gera það. Það er svona mín náttúra. Ég veit það nefnilega. Já, og ég væri bara að ljúga ef ég segði það að ég ætlaði að verða skoðanalaus í þessu framboði eða verði ég forseti. Ég er ekki skoðanalaus manneskja. En þingið þarf ekkert að hlusta á sinn forseta, en það bannar honum enginn að tala heldur. Og Sveinn Björnsson, okkar fyrsti forseta, hann hundskammaði þingið. Og á þess að ég sé að hóta því að ég geri það, þá er það þannig að við skulum vona að nýrri stjórn sem nú er nýtekin við og þeirri næstu, þeim auðnist að setja fókusinn á velferð fólks í landinu. Og ef það er, vegna þess að til þess eru þau kosin, ekki satt, fyrst og fremst að standa vörðum almannahag. Og ef að stjórnmálin eru í þeim farvegi, þá þarf forseti ekki að vera að segja nokkuð skapaðan hlut. Nei, sennilega, og auðvitað er þarna einhver lína, sko, að forsetin er ekki verið að skipta sér of mikið af, en ég held að fólk myndi alveg kunna meta ef að það sem sagt kýsir forseta sem að telur að sé rétt sín og skynsamur, að það komi frá honum svona einhverjar skoðanir til þess að hreyfa við umræðinni í þjóðfélaginu. Það er... Já, sko, á þann hátt held ég að forseti geti beitt sér. Það eru svona mörg brýn mál þar sem ég tel að forseti gæti beitt sér. Og það eru mál sem eru til dæmis mér hugleikin, það er eins og úrbætur í geðheilbrigðismálum og úrbætur í áfengis- og fíkniefna meðferðum og úrræðum. Og þetta eru einfallega hlutir sem við bara verðum að kippa í liðin. Vegna þess að þetta er undir staða þess að okkur geti liðið vel hérna. Það eru allt og margar fjölskyldur í hreinni angist. Og sú angist, hún skapar enga velferð. Hún skapar aukin ótta, bara heilsutap fjölskyldna sem eru með veik börn eða veik ungmenni eða veika aðila og við þurfum bara að kippa hlutum í liðin. Þessum hlutum í liðin. Sammála því, en þessi margumtalaði málskotsréttur sem er eitthvað sem allir forsetaframbjóðendur þurfa að gera grein fyrir afstöðu sinni til. Ég meina, margir hafa bara látið það alveg ógert að nýta þetta nokkuð tíman en Ólafur Ragnar gerði það nokkur sinnum. Hvaða skoðun hefur á því? Já, ég er líka dálítið mikið búin að hugsa það. Það gengur ekki að við séum með forseta sem að hvetur til þjóðaratkvæðagreiðslu allt milli himins og jarðar. Það bara gengur ekki. Kjósendur bera ábyrgð á þeim stjórnmálamönnum sem þeir kjósa. Og þar af leiðandi þær stjórnir sem sitja hverju sinni eru á okkar ábyrgð og þess vegna er það okkar kjósanda að hugsa vel og vandlega sjálf. Og nú endurtekki, við verðum að hugsa sjálf. Hvaða fólki treystum við? Vegna þess að þetta snýst traust. Hvaða fólki treystum við til að standa við stóru orðin? Við verðum að sjá í gegnum kosningalóorðin að því að nú þekkjum við þetta fólk sem stendur á þessu pólitíska sviði. Og við þurfum að horfa á þetta fólk sem býður sig fram og hver og einn. Þarna er þessi. Treysti þessari mannesku til að standa við þetta eða ekki. Þar liggur ábyrgð okkar kjósenda. Og málskotsrétturinn er neyðarhemill. Ég var að hugsa þetta daginn og þá fann ég upp orðið ofríkishemill eða ofríkisbremsa. Og helst á forseti aldrei að þurfa að nýta sér þessa grein lagana. En við skulum segja að ef að stendur til að skerða mannréttindi borgarana, banna okkur að tala íslensku eins og við erum vön að tala hana, banna konum að fara í fóstureyðingar,
skikka ungt fólk í herskildu undir svoleiðis kringumstæðum við skulum segja, nái fasistar völdum á Íslandi, við sjáum ekki inn í framtíðina ýmislegt að gerast í löndunum í kringum okkur og mannréttindi víða verða að brjóta þau og baka aftur undir slíkum kringumstæðum þá getur forseti virkja þennan ofríkis hemil. En hvar stendur þú gagvart sko að því að þú talar um að vera heimakær og við hugsum vel okkar fólk að þá þetta tvö andstæð sjónamið sem kallast á sem stundum kallast sjónamið svo kallara glóbalista annars vegar og svo hins vegar þeirra sem eru kallaðir þjóðernis sinnar eða ekki endilega með neikvæðum hætti heldur bara það sem er staðið meiri vörðum hagsmuni þjóðarinnar sem að stendur í bandalagi með fleiri þjóðum kannski og við erum í EES samkomulagi við Evrópusambandið og það stundum verið að tala um löggjöf eða reglugerðir sem koma frá Evrópusambandinu sem að kannski passa ekki alveg íslensku þjóðfélagi og globalistar myndu segja að það skiptir einhver máli, við erum í þessu saman við tökum allt hérna en hinnir sem að eru þjóðræknari myndu segja nei við verum að standa vörð íslenska hagsmuni hingað ekki lengra. Þetta er lína þarna á milli og hvar myndir þú segja hvorum megin við þessa línu þú meira? Sko, við erum nú þegar samningsaðilar í Evrópu og við þurfum að virða þá samninga og ýmislegt flókið og erfitt fyrir okkur að bara aðlaðast þeirri hugmynd að við þurfum að vera í samskiptum við aðrar þjóðir, til dæmis í orkumálum. Þetta hefur forseti bara ekkert að segja. Nei. En ef þingið fær að samþykkja lög sem að myndi til dæmis hafa áhrif á raforkuverð Íslendinga eða að það myndi vera ákveðið að við erum að fara að selja orku með sæstreng eða einhver svona stór hagsmunamál fyrir íslensku þjóðina að myndi forsetinn Steinunn Ólína bara sitja hjá og treysta þinginu fyrir því? Ég myndi alltaf Frosti huglega hvað þyrfti að gera og ef að við skulum segja það vegna þess að sumir halda því fram að það sé leynt og ljóst verið að vinna að því að við verðum einhvers konar leiguliðar í eigin landi að orka verði í framtíðinni ekki borgurunum tryggð. Mér finnst það náttúrulega algjörlega ótækt. Ég sé ekki inn í framtíðina frekar en þú. Og allar þjóðir heims verða að vinna saman að því að bara vinna gegn mengun og við viljum öll geta andað að okkur hreinu og góðu lofti og við þurfum að gera þetta í einhvers konar samvinnu og vaxtarverkirnir eru farnir að koma fram víða. Við vitum það að raforkuverð rokkandi alla Evrópu og það er ódýrar að þvott á nóttunni sumstaðar meðan að og bara þetta eru við skulum segja þessi samnýting orkunar í Evrópu ennþá á barskónum en á þetta mun auðvitað komast eitthvert jafnvægi og við erum í sameiginlegu verkefni það að jörðin sé áfram byggileg. Ég get ekki svara til hvernig ég muni bregðast við í málum sem ekki komin fram á sjónarsviðið og hafi ég ekki nægilegt vit á málum sem verður örugglega oft þá máttu alveg treysta því að ég mun leita mér ráða hjá fólkinu sem veit best í þessu í heiminum. En ég bara svona, ef við gefum okkur svona dæmi að einmitt vegna þessara sameiginlegu ábyrgðar með öðrum þjóðum að við viljum vernda náttúruna, þá er einhvern veginn ákveðið að þessi sérstaka hreina orka sem að Íslendingar framleiða að henni gæfist öðrum
myndi bjóðast öðrum í Evrópu, myndum sæstreng fara að selja þessa hreinu orku. Við þurfum frekar að passa okkur á því að okkar eigin landar ætla ekki að féfletta okkur. Þar eru við miklu meiri hættu. Það getur líka verið, en ég sé bara fyrir mér að þetta ákveðið að við viljum að deila þessar orku og það sagt við myndum selja hana til Evrópu þjóða nokkuð dýru verði, en það myndi þýða samkeppnissjónarmiða vegna að Íslendingar setja að kaupa jafn dýru verði, þá erum við allt í einu svona búin að setja, þá myndi Íslendingar ekki lengur setja að og njóta góðs af þeim auðlindum sem Ísland býr yfir, skilur við. Og það svona einhvern veginn, sömur myndir í dag að þetta sameiginlega ábyrgð okkar. Værir þú sammála því? Ég ætla bara að spyrja þig á móti. Á einhver tilkall til einhvers? Ég meina, hvort að Íslendingar eigi tilkall til íslenskra auðlinda? Ég meina, eigum við Ísland? Eigum við þessa jörð? Erum við ekki bara, fáum við ekki bara að vera tímabundið? Og við stöndum frammi fyrir því að bara við þurfum að passa upp á þessa jörð og við þurfum að vinna saman svo að það megi vera og það er ekki að við erum lánsum að búa hér í þessu friðsæla landi með alla þessa möguleika til þess að búa og skapa orku og við eigum að sjálfsögðu á auður sem að skapast af þessum auðlindum okkar ættu við öll að njóta góðs af. Við eigum að njóta góðs af, þjóðin á að njóta góðs af því og ég endurtek, það er ekki Evrópusambandið sem við eigum að hræðast mest, við eigum að hræðast frekar og miklu frekar okkar eigin landa sem að ætla að reyna að hafa gott af íslenskum auðlindum og stinga þeim í eigin vasa. Þar sé ég miklu meiri hættu. Ok, gott og vel. Ég er að reyna að fá svona fram hvar þín sjónarmið liggi í þessu. Þannig að þú lítur á þetta sem algjöran neyðarheimil, það er að segja málskotsréttin og þingið starfar tiltölulega óáreitt frá forsetanum svona að þínu viti. En hvað annað getur forseti, hvernig öðru sig getur forseti haft áhrif á Íslands þjóðfélag heldur en með því sem þú hefur nefnt? Forseti getur bara verið nær fólkinu sínu. Mér finnst í þessu litla landi með þessu fáa fólki að sá sem er forseti eigi að vera einn af fólkinu. Hér er engin höfðingjastétt. Við eigum engan aðal og það er ágætt að forseti kunni sig og geti komið fram fyrir hönd sinna þjóðar og verið glæsilegur og fínn og kurteis og kunna að koma orðið fyrir sig og halda ræður. Ég hef engar áhyggjur af þessu. Ég er ágætis veislustýra og bara góða reynslu í því og hef gaman af fólki og ég hef virkilega áhuga á fólki og ég hef áhuga á öllum nördisma og ég hef áhuga á vísindum og ég hef áhuga á tækni og ég hef gaman af því að umgangast afburðafólk sem hefur ástríðu fyrir því sem það er að gera. Sérstaklega ef það er eitthvað sem er öðrum, ég tala nú ekki mannkyninu til góða og þannig fólk er hrífandi. Og svo held ég líka að ég geti orðið svolítið skemmtilegur forseti og veit þessu embætti kannski aðeins svona léttari blæ og ég verði bara aðgengileg og verði hægt að heimsækja mig og sko vinur minn góður sem að hefur stúderað mikið svona frumbyggja samfélög og við vorum að ræða þetta þjóðhöfðingi, hvað er höfðingi og í frumbyggja samfélögum Indíána til dæmis þá hafði höfðingi það hlutverk að hann satt náttúrulega til borðs með öllum öðrum og bara hluti af sínu samfélagi
En hann hafði það hlutverk að gefa hverju barni sem fættist nafn. Já. Og þegar það barn komst á legg, að koma auga á hæfileika þess og eiginleika og þar með finna því hlutverk í samfélaginu. Og við eigum öll að upplifa það að við höfum hlutverk í samfélaginu, af því það höfum við sannarlega, en verðmætamat okkar þarf svolítið að breytast. Við þurfum að skynja að uppspretta alls sem góð svo skemmtileg, kemur innan úr manneskjunni sjálfri, frá fólkinu, úr samvistum okkar hvert við annað. Peningar einir og sér búa ekki til. Það eru manneskjurnar sem að búa til hugmyndirnar. Og þú vilt tala fyrir þessu? Ég vil tala fyrir þessu og að við séum uppfulla sjálfstrausti og trú á það að við getum gert alls konar hluti, allt öðruvísi en aðrar þjóðir, og við eigum að gera það. Við þurfum ekki að vera eins og aðrir, við eigum bara að vera montin að því að vera við. En veit þegar ég höfði að spyrja þig, ef við gefum okkur að þú erir kjörinn forseti og segjum að Donald Trump yrði kosin forseti í Bandaríkjunum og einhverju hluta vegna þá ég er örugglega betri forseti en hann. Ef að þú þér myndi bjóðast að koma í opinbera heimsókn forseti Íslands í Hvíta húsið til Donald Trump, ættirðu erfitt með það? Ég á ekki erfitt með umgangast fólk. Ég umgengist fólk úr öllum þjóðfélagsstigum og mér dettur ekki í hug að sýna öðrum manneskjum mannfyrirlitningu. Ég finn til með Donald Trump. Já, og það... Mér finnst hann bara, ég sé bara mann sem hefur aldrei fengið neitt uppeldi. Og hann hefur aldrei átt neitt að. Hann er bara stjórnlaus úr frekju og sjálfumgleði. Og já, mér finnst bara, já, ég finn til með honum. En það eru góðar líkur á að og hann er náttúrulega svona populisti af verstu skúfu. En það eru, hann var kjörinn, hann var helmingur bandarísku þjóðarna sem að vildi fá hann, og það er útlit fyrir að það muni gerast aftur, að þá er ríflega helmingur bandarísku þjóðarinnar sem hefur trú á þessu manni. Hvað segir það okkur um heiminn? Hvað finnst þér um það? Ég hef alveg ákveðna samúð með því, sko. Hann talar fyrir hinn almenna bandaríkjamann og ég sé alveg að hinnum almenna bandaríkjamanni þykji bandarískt þjóðfélag vera á það er vegna þess að amerískur almenningur hefur verið rændur innanfrá, eins og er líka dálítil hætta að sé að gerast hér. Og í slíku ástandi, þegar fólk er hrætt afkomu sína og öryggi, þá fellur það fyrir manni eins og Donald Trump, sem lofar að hreinsa til og lofar öllu fögru. En við vitum alveg að Donald Trump er fyrst og fremst maður sem er að skara eldaði eigin köku. En bara eins og til dæmis þegar hans lofar, sko, hörðu, við ætlum að hætta að útvista öllum störfum og færa versmiður til Kína og svo. Nú vera versmiðurna bara hérna heima, bara fyrir Bandaríkin fyrst. Að finnst þér þetta bara að vera heitt populismi eða er eitthvað til í, getur verið eitthvað til í þessu hjónum? Ég segi bara, við eigum að fara að búa til og framleiða miklu meira hér heima. Já, það er svarið þitt. Já, við eigum að gera það. Við eigum að efla íslenskan iðnað aftur upp og nýtt og þar með sjálfsvirðing okkar og tiltrú á okkur sjálf. Við erum með ótal tækifæri til þess að skapa hér störf og búa til hluti sem að gætu orðið vinsæl útflutningsvara, þar sem að hugmyndaauðgi, sköpun, hönnun, svo margt. Þannig að þú myndir ekki vilja að Íslendingar væri að láta framleiða eitthvað í Kína sem við getum framleitt sjálf? Já, íslensku byggingariðnaður hefur nú aldeilis fundið fyrir því þegar fór nú að flæða hér yfir landið
byggingarefni frá Kína og hefur nú sýnt sig að í mörgum nýbyggingum sem eru bara undirlagðar af skemmdum og miklu vegna þess að þetta var ekki vottað efni sem var verið að flytja inn. Við eigum að velja okkar viðskiptafélaga að mikilli kostgefni. Og við erum í samskiptum með aðrar þjóðir en við erum ekkert að vera að gera viðskiptasambönd við hvert sem það þarf að vera þannig að það sé okkur til góða og við verðum að láta okkur þykja vænt okkur sjálf. Við erum bara eins og Dorrit sagði, við verðum bara stórasta land í heimi ef við trúum því sjálf að við séum gott og duglegt og hæfileikaríkt fólk og að við þurfum ekki einhverja upphefð utanfrá, við þurfum hann ekki. Íslendingar eru hörku fólk. Algjörlega. Svona í lokin, langar aðeins að spyrja þig, að því að þú ert að spyrja mig hvort ég kettling. Erum við komin í bjölluspurningu? Þú ert kona einsömmur og 4 barna móðir. Já. Ekkja. Já. Og við munum öll eftir honum Stefáni Karli sem að þjóðinni þótti afskaplega væntum. Já. Ég heyrði, þú varst að ég viðtali hérna hjá strákonum mínum hérna í Gullstrákum að þú talar hann var 43 ára þegar hann dó og ég hugsaði, því að mér auðvitað réttilega fannst Stefán Karl alltaf aðeins eldri en ég og vera fullorðnari en ég og vera eldri maður en ég en núna er ég eldri en Stefán Karl og ég er að vera 46 ára og mér fannst þetta mjög skrítið þegar þú sagðir þetta, hann er bara verið 43 ára ég bara, hann er svona ung, það er rosalega ungt. Já, hann var þetta var hræðilegt sko. Þegar ég upplifði mig ennþá bara sem strákling í raun og veru, ég er að vera 46 ára en þið eru þarna. Það er gott að þú segir það vegna þess að við erum alltaf ung. Já. Og ég vildi óska fólk legði af þennan leik að vera alltaf að leika fullorðið fólk. Við erum alltaf ung inn í okkur og þannig eigum við að vera. En já, þetta er alveg satt. Þetta var harmadauði og ekki bara fyrir mig og börnin hans, heldur fyrir mjög marga hér á Íslandi sem fyrir íslensku þjóðina. Já, fólki þótti mjög vænt hann. Hann var eins og ég ástríðumanneskja og hann náttúrulega lagði mikið kapp á það hann náttúrulega stofnaði þessi samtök til þess að berjast regnbogabörn berjast bara að tala fyrir því að börn þyrfti ekki að vera þolendur ofbeldis í skólum og ég ferðaðist með honum landið og hann hélt fyrirlestra allt land og hann hugsaði stórt og hann var einn af þeim sem fekk margar hugmyndir á dag og hann var þannig gerður að hann vildi vinna samfélaginu sínu gagn og það hef ég líka verið að gera með því að skrifa mitt samfélag eða ég tel mig trú það að ég hef verið að reyna það vegna þess að mér þykir mjög vænt þetta samfélag. En hvernig, að því að hann er svo ungur þegar þetta gerist ég þarf ekki eins og að spyrja því, þetta er náttúrulega afskaplega erfitt en til dæmis á hvaða aldri eru börnin ykkar þegar, hvað er yngsta barni gamalt þegar Stefán Karl deyr? Þau voru 10 og 11 ára. Það er opbóðslega þungt og erfitt að missa pappa sinn og missa föður barna sinna. Hvernig tókstu á við þetta? Þetta er nú eitt til dæmis sem að yrði ég forseti ég gæti barast fyrir vegna þess að fólk í þessari stöðu það er ekkert sérstaklega mikið utanum fjölskyldur í svona aðstöðu. Við vorum í sérstaklega góðri stöðu vegna þess að Stefán var þjóðþekktur maður.
ég veit að það ekki raunin með alla sem lendi í slíkum hremmingum. Og því leyti nutum við algjöra forréttinda sem að alls ekki allir njóta. Og í svona aðstæðum þá þyrfti okkar velferðarkerfi auðvitað að taka miklu betur utanum fólk vegna þess að það eru svo margir í kringum þann sem deyjandi og deyr sem að eigum sárt að binda og ég naut mikillar hjálpar frá Vigfúsi Bjarna Albertsinni sem var þá sjúkrahúsprestur eða á Barnaspítalanum. Yndislegu maður. Já, hann náttúrulega bara einn af stóru hugsuðunum í okkar samfélagi. Algjörlega. Mikill mannvinur og kærleiksríkur og hann hafði einstaka hæfileika til þess að hjálpa bæði mér og börnunum yngstu í gegnum þetta og hafi ég einhver tímann séð listamannastörfum þá var það þá. Já, það alveg yndislegur. Það skýrði öll börnin mín. Já, leiðilt að maður sé komin úr barneign, annars myndi maður eiga fleiri svo Vigfús geti skýrt þau. En já, þannig að hann leiddi mig og börnin í gegnum þetta og við Stefán höfum ákveðið á hans dánarbeði að ég myndi fara strax eftir andlátið út til Mexíkó með krakkana og og stelpurnar mínar elstu tvær, þær áttu unnusta á þeim tíma og við vorum búin að ákveða það að ég færi með allan hópinn eins fljótt og auðið væri til þess að ná krökkunum út úr svona, skulum segja, svona þessum sorgartíma sem fer strax í hönd. Og sorgar hringleikahúsi, skulum við segja. Og það var eftir að hyggja það skynsamlegasta sem ég gerði. Ég hef gert dagana. Og Stefán vildi fá að hvíla í votri gröf í Kyrrahafinu og hann var stjórnsamur maður og hann skildi eftir hnit hvar í haf hann vildi fara og 5 dögum eftir að hann dó og bálför hafði farið fram og ég þurfti að fá sérstaka undanþágu til að flýta bálförinni og fekk aðstóð við það hjá ráðamönnum þjóðarinnar og kam með miklar þakkir fyrir vegna þess að mér lá á því að komast burt með krakkana til að bara losa þau út úr þessum, við skulum segja bara út úr samfélaginu. Vegna þess að það líka erfitt að eiga föður sem þjóðþekktur í þessum aðstæðum og Stefán valdi að deyja nánast í beinni útsendingu þar að segja að hann vildi halda þjóðinni upplýstri. Það var ekki mitt val, það var hans en val sem ég virti. Þannig að þetta var allt mjög opinbert. Og ég fannst alveg eðlilegt í þeim kringumstæðum að leggja sjálfa mig til hliðar og leyfa honum að hafa þetta eins og hann vildi það. Og það var svo gott fyrir okkur að fara í burtu og inn í svona allt annað samfélag í Mexíkó, þar sem að við höfum verið áður fjölskyldan, í algjörlega ólíkri menningu, þar sem eitthvað nýtt bar fyrir augu á hverjum einasta degi, ekki bara tungumálið heldur líka veðrið og svo Mexíkó við ferðumst út allt, alveg stórkostlega skemmtilegt land og litríkt og fólkið dásamlegt og vegna þess að það var svo mikilvægt að gefa krökkunum það að það væri líf eftir dauða. Einmitt. Og að okkar myndu bíða svo mörg ævintýr í framtíðinni þrátt fyrir það að pabbi væri ekki lengur hér. Var Stefán svona með í þessari hugsun?
Já, þetta var allt planlagt af okkur saman. Og nokkrum dögum áður en hann dó, þá hallaði hann sér aftur og hann var náttúrulega undir áhrifum mikillar lyfja. Og það var svona, dagsformið var mjög misjafnt á honum og raunverulega síðustu dagana var hann náttúrulega óútreiknanlegur eins og fólk á miklum lyfjum. En hann hafði sofið lengi morguns og svo vaknaði hann og hann sá að ég var hjá honum öllum stundum og ég get tekið fólk bara í leiðangur Landspítalann. Ég þekki þar hvern krók og kima, veit hvar allar bestu kaffikönurnar eru og starfsfólk Landspítalans margvert en bara, já, ég heilsa þessu fólki eins og þetta séu mér kærir vinir. Og þar sá ég náttúrulega líka hvernig álagið á spítölunum okkar. En Stefán vaknar upp þarna morguninn og segir mér, Steina, hvernig verður þetta? Og ég segi, það bara allt klárt, elska mín. Ég pakka okkur niður og ég búin að tala við, ég búin að fá leyfi til þess að fá flýti meðferð. Fara með öskuna og hvernig verður það? Og ég sagði hún það. Ég þarf að fljúga í gegnum Bandaríkin, þannig að þetta þarf að vera, askan þarf að vera í boxi sem samþykkt af bandarískum stjórnvöldum. Og Stefán sagði við mig, ætlar að hafa mig í rúllutösku? Og ég sagði, já, það verður nú sennilega ofan á. Og þetta var náttúrulega hlægilt vegna svo vorum með 2 eins á ferðinni og við vorum mörg saman. Ég, börnin 4 og 1 kærasti var með og Valgerður Þorsteinsdóttir frænka mín sem var með mér og var mér til halds og trausts líka. Og á þessu ferðalagi, þetta tekur svolítið tíma að komast til Mexíkó, við þurftum að gista eina nótt í Bandaríkjunum, þá svona gall við í hópnum hver með pappa, nokkru sinnum á þessum sólarhring og svo sagði hann, og hvernig verður þetta, hvernig ætlar að hafa útföruna og ég sagði hann frá því, við eigum góða vini niður í Mexíkó sem voru tilbúinir til þess að leyfa okkur að fara út á haf á snekkju sem þeir eiga til þess að uppfylla óskir þessa vina síns. Fara eftir hnittunum. Eins og best við gátum og við gerðum þetta og ég sem sagt segi Stefáni frá þessu og Stefán horfir á mig og brosir og þá fylltist augun á honum af tárum og hann sagði, Steina, mig langar svo með. Já. Auðvitað. Og það var sennilega svona eitthvað svona erfiðasta moment sem ég hef lifað. Ég skal trúa því. En ég sagði hann, þú verður með. Þú ert að koma með. Og það er svo skrítið, Frosti, að eftir að Stefán dó, þá finnst mér ekkert til dauðans koma lengur. Og mér finnst Stefán vera með okkur. Já, finnur þú fyrir nærveru hans? Stöðugt og stanslaust. Og þetta, ég samferðist líka algjörlega þegar að Gísli Rúnar, minn náni góði vinur, lést. Þeir eru báðir þarna með mér. Og svo misti ég pappa núna í apríl og dauðinn ekkert merkilegur. Nei. Það fólk sem farið, það er alveg jafn nálagt okkur og við viljum. Og við megum ekki
hræðast dauðan, við eigum að tala meira um hann, þetta er það eina sem við vitum þegar við fæðumst, að við munum deyja. Og það er svo fallegt í Mexíkó, hvernig talað um dauðan og hvernig dauðanum fagnað og hvernig hátíðir eru haldnar dauðanum til dýrðar. Já. Og þeim sem gengnir eru. Bæði skapar það virðingu fyrir forfeðrunum en líka dregur þá nær. Dauðinn segir okkur líka að þegar við upplifum og kynnumst þessu konsepti sem að dauðinn að þá það segir okkur bara hversu lítill tíminn sem við höfum, hversu verðmætur hann Þess að það eitthvað máltæki sem segir að hver maður, manneskja eigi sér 2 líf og hið seinna byrjar þegar hún áttar sig á hversu stutt lífið Þetta finnur þú fyrir því að þetta sé afskaplega stutt jarðvist sem við... Nei, ég get bara sagt þér að ég hræðist ekki dauðan. Ekki vitund. Nei. Og ég að eðlisfari mjög glaðlynd og ég vakna kát og einhvern veginn full af eftirvæntingu á hverjum degi. Mér finnst lífið ótrúlega skemmtilegt og það alltaf eitthvað að koma mér á óvart. Og já, ég bara vakna á hverju mótnu og hugsa bara, jæja, hvernig nú verður vonandi gaman í dag. Vegna þess að engin dagur eins og þú heldur að hann sé. Vegna þess að við ráðum afskaplega litlu. Það eina sem við getum gert að reyna að vera bara eins almennlega og við getum hvert augnablik sem við lifum. Þetta sé bara ágætis loka orð og það búið að vera yndislegt að spjalla við þig og ég alveg viss að þú verðir mjög góður forseti. Þannig að ég óska þér bara góðs gengis en þetta auðvitað mikið kapplaup við marga sem eru misþekktir og það þetta alltaf spurningum að komast á dagskrá og kynna sig þannig að þú átt mikið verk fyrir höndum og að margir þekki þig þá þarftu að kynna þig betur algjörlega þannig að þú verður væntanlega á ferð og flugi á næstunni eða hvað? Að sjálfsögðu og ég held að þessi kosningabarátta geti orðið mjög skemmtileg ég hef sjálf kosið að sína á spilin og segja það að ég verð áfram svo sama og ég þó ég sé í þessu framboði. Ég get bara verið ég sjálf og ég hef tilhneigingu til að trúa því að þetta fari eins og það á að fara. Já. Ef mér ætlað að verða forseti, þá verð ég það. Ef mér ekki ætlað það, þá bara allt í lagi. Það mun ekkit breyta mér á hvort megin sem það fer. Það ekki flóknarnir það. Nei. Steinunn Ólína, kærar þakkir fyrir komuna og gangið allt í haginn. Takk fyrir að bjóða mér. Takk að þér.